Þetta er hann Baltasar Leví. Hæ, þetta er ennþá veikur. Já, ég skal taka upp. Býtu. Já, Baltasar Leví, hann er með smá hita. Hann er með 37, hann er með 38, 85. Það sem er búið að gerast er að þessi hérna litli er búin að vera veikur. Og ég er búin að vera að mæta æfingar. Skal útskýra fyrir ykkur eftir af hverju ég hvarf hann í smástund. Ronja, hún er bara sultuslög. Ef þið eigi hunda og þeir sleikja alltaf sófan. Hún er alltaf að sleikja sófan. Veit ekki af hverju. Já, það sem er búið að gerast líka er með svalirnar okkar eða pallin okkar eða útiverundin okkar. Ég er búin að rífa allt grasi burt og ég tók eitthvað aðeins upp og svo ákvaði ég að þetta er nú kannski ekki eitthvað skemmtilegasta efni fyrir ykkur að horfa. Það sem ég er að fara að gera núna í páskana, ef það verður svona veður, ef það verður svona ekki kalt, ekki heitt, bara svona heiðskýrt veður, þá ætla ég að halda áfram að moka alla þessa mold og þessa drullubust. Ég ætla að setja sand og svo ætla ég að helluleggja allt hérna út af því. Það er að fara að koma sumar og þessi hérna litli töfari, hann vill örugglega fá að vera út af palli og eitthvað svona og leika sér og eitthvað. Þannig að ég ætla að reyna að klára þetta núna fyrir sumarið. Já. Það sem er að fara að gerast núna er að Anita er út í búð, hún er að fara að koma heim. Ég ætla að henda mér á æfingu og svo er fundur upp í vinnu. Og ég ætla að kíkja á hann. Þó ég sé í fæðingarólofi þá ætla ég samt að kíkja á hann á fund. Og það er ótrúlega margt að fara að gerast. Kannski ekkert endilega í dag, en svona í framtíðinni. Og kommentaðu fyrir neðan ef þú hefur áhuga á því að vita hvernig ég fylgjast með því að ég sé að helluleggja og moka þetta drasl burt. Já, bla bla bla. Mér langar að fá eitt komment á meðan ég er heima. Út af því að við erum að vesa þess með garðinn. Þá er svona bara eitthvað, erum maður komin í gírinn og þá vill maður gera eitthvað. Forstofan okkar, þetta hérna er forstofan. Ekki vera að horfa á ruslið sem er hérna. Og ekki horfa á gólfið út að ég er ekki búinn að helluleggja það, eða flísaleggja það. Það kom upp hugmynd hjá Anitu. Ég er reynda búinn að vera að hugsa út í það, en hef ekkert verið að nefna það. Ok, þetta rými, sem þú lappar hérna inn og þá er þetta loka rými og hérna er aukaherbyggi sem automatically er bara rusl. Afsakið. En verður automatically bara ruslherbyggi eins og við sjáum. Þetta er eiginlega bara svona sama safnað einhverju drasli út af því að þetta er þannig sé ekki hluti af íbúðinu út af því að þegar við erum inni þá lokum við alltaf þessari hérna hurð og þá er þetta eiginlega bara svona horfið og hitt herbyggið horfið. Anita kom með hugmynd, eiginlega bara sama hugmynd og ég er búinn að vera að hugsa og ég hef oft verið að horfa á þetta rými hérna og hugsa að þetta lokar svo. Allavega, það sem mig langar að gera og ég er búinn að vera að pæla í og kannski alltaf að fá ykkar mat líka. Veggurinn sem er hérna og þessi hérna veggur og hurðin, að rífa það burt, skilur við? Nei, við þurfum ekki að taka ruslið aftur inn, sko. Já, hérna, að rífa þann vegg, þá myndi íbúðin opnast þetta hérna svæði og svo sirka hérna niður. Út af því að hitt herbyggi kemur hérna inn. Þá er andrið opið, hitt herbyggið verður hluti af íbúðinni þó að hún sé hluti af íbúðinni. Ekki allt í lagi? Já, þó að, þú veist, ég veit ekki hvort þið skiljið það sem ég var með. Ef þið skiljið með kommentið fyrir neðan hvað ykkur finnst ég ætti að gera. Á ég að halda veggnum þessu eða á ég að láta rífa hann burt þannig að þessi hérna veggur hérna og hann fer cirka hérna niður, skilur, það kemur smá veggur hérna og gera þetta bara eitt rými. Ég held að ef ég rífi þetta burt þá verður þetta bjartara. Sérðu munin, hérna er bjart. Nei, myndavélin réttir þetta af. Hvað finnst þér? Kommentaði hérna fyrir neðan og endilega láta mig vita. Herruðu, þá er ég búinn að fara á fundinn
hérna neyri í vinnu, gekk mjög vel, þetta var bara starfsmannafundur, var verið að tala bara stöðu og fyrirtækinu og eitthvað og ég fekk svona gjöf frá öryggismiðstöðinni út af því að litli prinsinn minn kom í heiminn og það er ótrúlega gaman og ég ætla bara að þakka aðeinslega fyrir mig. Núna ætla ég að rúlla niður í Herbalife, ná í vörur og svo er það æfing og svo er það heim og svo bara kemur ljós hvað ég gerir restina af deginum. Herru, þá er ég komin hérna fyrir utan Herbalife og ég ætla að fara að ná í vörur. Tjekkum á þessu. Þetta er ágætis. Góðan daginn. Er annað hvort á Anita eða Davíð? Herru, þá er ég búinn að ná í vörurnar. Þetta er alveg ágætlega mikið magn. Svo að það eru prótein og næring. Svo keypti ég með brúsa líka. Fæberinn. Drive og te og Alo. Þannig að við erum rosalega vel sett núna. Mjög vel sett. Ó já, vinur minn. Herru, þá erum við komin hérna fyrir utan vörklass og ég ætla að henda mér á stutta æfingu og veit ekki hvort ég ætla að taka eitthvað upp en tjekkum á þessu. Herru, þá er ég búinn á æfingu og ég hef svolítið rauður í andlitinu. Ég tók einhverja 5 kilometra í hlaupi, 5 kilometra á skíðavélinni og svo fór ég að tók grettstöðu og eitthvað svona drasl. Ég notaði ekki þessa vél til að taka upp inni, ég notaði bara símann. Mér finnst það eru auðvitað reglur í vörklass að má ekki taka upp inni og ég þarf auðvitað að virða það líka. Ég þarf að koma við út í búð og kaupa eitthvað drasl sem Anita glemdi að kaupa í morgun. Þannig að svo bara fer ég heim. Sjáumst bara heima eða ekki bara. Ja, herru, þá er ég komin heim. Það er verið að skipta Baltasar. Við var að fá skilaboð yfir því að síminn hennar Anitu var tilbúinn. Það sem ég keypti, eða við hjónin keyptum í Herbalife og er mikið sem 4 dunkar af próteini. Svo aloe vera, það er reyndar drullu gott með vatni. Ég set stundum nokkra dropa í teið líka. Býtum, þetta. Herðu, og svo keyptum við hérna Drive. Það er svona fáránlega líkt eins og, hvað ég var að segja, Amino Energy, nema að þessi drykkur er ekki með sykri og einhverjum svona koffein í drasli eitthvað, en virkar. Ég er allavega mjög ánægður með það. Svo keyptum við hérna Fæber, Drive Fæber fyrir kúkalabban, 2 af te út af því að við drekkum mikið af te núna. Og næringin, þessi hérna drykkur. Mér finnst þessi hérna bragðtegund langbest, enda er það vegan. Ekki það að ég sé vegan, ég elska kjöt og ég elska að borða það sem hefur verið einhvern tímann lifandi. Svo fór ég í Krónuna hérna fyrir neðan og keypti nokkra hleðslur fyrir Anitu og grískt jógúrt. Svo þess að laktósfrí. Anita er ein af þeim að hún tekur allt laktósfrí. Hún getur ekki tekið svona eðlilega mjólk. En ég keypti, hvað er þetta, súkkulaði og fesku. Keypti nokkra þannig út af því að mér langar að smakka það líka. Ég er alveg að vona að mér finnst það gott, kemur í ljós. Við erum alltaf að þjóta núna niður í bæ, við erum að fara að ná í símann hennar Anitu og kemur í ljós, fær hún nýja síma eða löguðu þeir gallan sem var frá upphafi. Kemur í ljós.
Herðu, ég reyndar náði ekki að taka þetta upp, en ég var að hrósa konunni minni og ég basically búinn að segja WOW! Við náðumst í allt. Arenda fór í búðina á hann og damn! Ég bara náðumst í aldrei séð ískápinn svona fullan og svo eigum við svona nammi slash svona alls konar drastlskáp og það skipulag á honum. Þetta fyrir Baltasar, ég ekki að fara að borða þetta. Og þú veist, það eru skvísur hérna og þarna eru skvísur og fullt af svona dóti. Þessi skápur var hérna og hvað í honum núna? BAM! Eitthvað nammi, þetta allt fyrir Baltasar. Þetta allt hérna, þetta hættulega gott. Ef þú hefur ekki smakað þetta, keyptu þetta, þetta ógeðslega gott. Þetta ekki sponsað og þetta ekki kostað. Þetta bara, þetta geggjað. Herðu, við ætlum að drífa okkur, við erum að vera á sein, klukkan allt og margt. Anette keypti nokkra svona gaura. Ég hef aldrei smakað þetta og nú þarf ég alltaf að segja, þetta ekki kostað og við þurfum að borga þetta fyrir okkar eigin peninga. En þetta alltaf í lagi. Þetta eitthvað Röddbær. En hvað finnst þér það? Það er mjög gott. Ég veit ekki, flokkast þetta sem Koffeinbyrgu, þetta er sykurlaust og glúkósa, nei, og kolvetnisskert eða eitthvað. Nei, það ekki. En allavega, ég að taka eftir því núna, það orðið virkilega gott veður úti, það 9 stigi hiti, reyndar ekki komið í 10 og Ronja litla, hún í sólbaði. Hvað kom fyrir sófan? Færið þú sófan eða? Já. Já, ok, ég held að Baltasar eða Ronja væri að missa sig eitthvað. En Baltasar mikið að stúdera hörbalagavörurnar og Baltasar, hvað líst þér best á? Þetta? Herðu, drífum okkur, við erum að vera á sein. Já, við ætlum að ná þessu. Jó, búsjá. Litli er bara froskur. 1, 2 og... Wow! Og hvað? Fyrstu nýjan síma? Nei. Hún fekk nýjan síma út af því að það er reyndar. Það auðvitað átti ég að fá nýjan síma. Já. En jú. Til að mikið með það. Splunkunýr. Tala? Já. Ég var að segja það. Ertu viss? Okkur fæ ég ekki nýjan síma? Ég veit ekki. Viltu segja eitthvað sem bilað? Ég veit ekki hvort það sést, sko. Engin öfundsýki hérna meginn, ekki nein. Þetta komið með dróna. Herðu, við erum búin að vinna okkur heim og ég reyndar skust út í kjötkompanið og keypti. Ég verð að viðurkenna að þegar ég fór í kjötkompanið þá fór ég að hugsa hvað ég væri til í að vera með alvöru grill sem virkar og vera með kaupa alvöru grillmat út af maturinn þar er geðveikur, það er geðveikt yummy. Ég endaði á því að kaupa bara 4 hamborgara og þetta er stóra, það sést illa á mynd. Allavega, hamborgarnir og sósa þeirra er awesome, bara þetta er geðveikt. Já, mér langaði bara að segja ykkur að grillmarkaðurinn er awesome. Nei, hvað heitir þetta? Kjötkompanið, kjötkompanið. Þetta er, flest allir ætti að vita hvað American Style er í Hafnarfirði. Kjötkompanið er þar á horninu og awesome. Herru, þá er ég búinn að elda þetta og þá lítur þetta svona út. Ég reyndar bætti við baconi en Herru, þá erum við búin að fá okkur að borða. Við strákarnir eða Baltasar í símanum og með iPadin. Ég er bara hérna að tala við ykkur. Núna
20. apríl. Þá var ég að fara í smá ferðalag. Ég ætla ekki alveg að segja ykkur nákvæmlega hvert ég er að fara. En það fyrir að styttast í það. 20 dagar, eitthvað álíka. Aðeins minna. 20 dagar. Það er samt ekki komin. Jú, þegar þið horfið á þetta þá komið fyrsti. Já, núna 13. verður skýrt á litla strákum okkar. Endilega kommenta fyrir neðan og gefa okkur hugmyndir á nöfnum. Við erum svo búin að ákveða hvernig nafn á honum, en ekki alveg. Þannig að endilega kommenta bara hérna fyrir neðan. Svona uppáhaldsnafnirðu þínu. Já, þannig að við bara strákarnir erum bara eitthvað að hafa það rosa kósí og svo er hann að fara að sofa, hann er ennþá með smá hita. Spurning hvort að við förum með hann í íþróttaskólann á morgun, kemur í ljós. Ef það verður ekki komið myrkur þá tek ég ykkur með þegar ég fer með Ronju út að hlaupa. Já, annars er bara rosa rólegt bara. Allt í lagi. Til bílnum. Til bílinn. Herðu, núna er bara komið sá tími að þess að hérna þarf að fara að lúlla. Þannig að ég og Anenda við ætlum að fara að koma honum í háttinn. Þannig að ég ætla bara að enda þetta núna. Þannig að ég get fara að klippa þetta og henda þessu úr netið. Allt í lagi. Já, þannig að ég ætla bara að enda þetta í dag. Bara takka æðislega fyrir áhugið. Mundið út frábært og getur gert allt sem þú vilt. Njótu lífsins, sjáumst á morgun. Bye bye. Sjáumst á morgun, bye.